í hlutabrifum og af hverju það gáfulegt? Sko, af hverju það gáfulegt vegna þess að hlutabrif bara fyrirtæki. Og þetta bara fyrirtæki sem skráð á einhvern uppboðsmarkað sem hættir að kaupa og selja hluti í þessum fyrirtækjum. Þetta ekkert flóknara það, þetta ekkert tæknilegra það. Og allt okkar efnahagslíf gengur út á það að fólk sé verðlaunað fyrir það að taka áhættu og reka fyrirtæki. Sem þýðir í rauninni, maður treystir því af hverju, ef að þú ættir 10 milljónir, af hverju ættir að nota þær 10 milljónir í að reyna að fara í business, ef að þú getur fengið betri ávöxtun á peningana þína með því að setja það bara inn á bankabók. Í alvöru tala. Ef að það væri þannig að það væri engin ávinningur í því að reka fyrirtæki, svona að jafna því, ef að reynslan væri ekki búin að sýna okkur það að þú fengir meira út úr því heldur en að setja inn á bók, þá myndi bara allir setja inn á bók og allt myndi bara hrynja. Þannig að við stólum á það, þetta bara sem kapitalismin gengur út á, við bara stólum á það, fólk sé verðlaunað fyrir þetta. Vandamálið náttúrulega það að það getur tekið rosalega langan tíma fyrir að koma í ljós að þú grætir á þessu, sko. Því að svo eru sveiflunar auðvitað bara einhvern veginn og það getur verið mjög óþægilegt. Þannig að þetta ástæðan fyrir því að menn ættu að fjárfesta í hlutabrifum. Hvernig gerur það? Þú gerir það fer eftir í hvar þú ert að kaupa þau, sko. Ef að þú ætlar að kaupa bara hlutabrif í einhverju íslensku skráðu félagi, bara beint, mér líst vel á þennan forstjóra og þetta fyrirtæki ætla að kaupa það. Þá ferðu einmitt bara til bankans þíns annarkvort beint í gegnum einhvern millilið þar eða í gegnum appið þitt eða netbankan og þú setur tilboð. Þetta bara raunin eins og eBay. Að það þannig að það einhverjir hlutir sem eru þá til sölu og þú sérð það. Þú getur keypt núna á þessu verði, þessu gengi. Og þú getur þá bara gengið að því og tekið þessu hagstæðasta tilboði. Eða þú getur sagt, nei, ég ætla að bjóða aðeins minna og vona að einhver taki því. Þetta bara þetta bara nákvæmlega svona, bara upp á smarkaður og þú getur gert það. Hin leiðin svo að, nú erum við ennþá að tala að fjárfesta á Íslandi, hin leiðin svo að þú segir, ég ætla ekki að fara að velja mér félög. Ég veit ekki hvort ég hef kaupa TM eða Íslandi eða hvað það ég ætla ekki að fara að velja þarna á milli. Ég vil bara kaupa hlutabrif. Og þá segir þú, ekki einhver annar sem getur þá bara valið fyrir mig og gert þetta og geti keypt þetta auðveldara og þá kaupir þú í gegnum sjóð, sem hlutabrifasjóð. Og hlutabrifasjóður er í rauninni bara fullt af fólki sem hendir peningunum sínum inn í einhvern pott og svo einhver starfsmaður sem heitir sjóðstjóri og hann tekur peningana og kaupir hlutabrif fyrir þetta. Og þannig að það einhver annar sem þá svona að sjá þetta fyrir þig og hann kaupir kannski fullt af bréfum og dreifir þessu og þú þarft ekki að kaupa fyrir kannski 500.000 í einu eins og þú gætir þurft eða þú ert með að kaupa stök bréf, heldur getur þú sett inn 10 skall, 5 skall, þú getur meira verið í áskrift. Sjóðir eru svona miklu aðgengilegri og einfaldari í notkun. Svo þriðja, hvað þú vilt kaupa í erlendu bréfi, hvað þú vilt bara kaupa í Alphabet eða Tesla eða eitthvað, þá getur líka farið í gegnum íslenskan aðila, þá þurftu helst bara að hafa samband við bankaðinn eða eitthvað slíkt og fara í gegnum þá, eða þá að gera þetta í gegnum þá bara einhvern erlendan aðila, þá þarf maður að passa sig því þá maður komin á algjört jarðsprengjusvæði. Og þá hef ég eina reglu sjálfur sem að ég hef í öllu, sem sko, ef það verið að lofa mér einhverju sem að hljóma rosalega vel og ókeypis og eitthvað svoleiðis, og það verið að auglýsa þetta, bara hver að borga fyrir þessu auglýsingu, sko? Af því ég sá einhvern veginn auglýsingu frá fyrirtæki sem var að auglýsa mjög aggressíft á YouTube. Ég hef greinilega einhvern tíma verið að leita að einhverju hlutabréfatengdu og þá bara byrjuðu þeir að hamast af mér og bara Alec Baldwin var bara svo eini sem ég sá á YouTube í einhverja viku. Það var alltaf Alec Baldwin og hann einhvern veginn bara, fersku frá því að skjóta einhvern veginn bara komið beint í það að selja, eitthvað sem var ókeypis. Bara hvað er þetta? Zero commission. Og maður verður að spyrja, hver er að borga Alec Baldwin, sko? Hver er að borga honum fyrir þetta? Peningurinn er tekinn einhvers staðar, sko. Og risastór hluti af því sem þið sjáuð auglýst á samfélagsmiðlum varandi hlutabréfaviðskipti bara eitthvað sem maður þarf að passa sig á og kemur helst ekki nálægt. Fari í gegnum þá stóru, virtu, reyndu aðilana með gott track record eða aðra íslenska. En þá Erlend. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Fáðu þér áskrift.